Svo það 10. dagskrárliður, skýrsla bæjarstjóra, Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri, fer yfir helstu atriði. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hlaupa fljótt yfir síðustu 3 vikur. Síðasti bæjarstjórnarfundur sem var þriðjudaginn 15. nóvember. Daginn eftir áttum við fund með skólastjórnendum og trúnaðarmönnum, enda þá að vinna í miðri deilu kjör starfsmanna grunnskólakennara, ekki bara starfsmanna grunnskóla, heldur grunnskólakennara, og þarf ekkert að svo sem að tíunda frekar hvað sá fundur var, nema að því leytinu til að hann snýrist vinnustund, sem er kerfi sem við notum til þess sem stimpilklukkukerfi bæjarins, og sú vinna ennþá í gangi og henni ekki lokið. Föstudaginn 18. nóvember og reyndar næstu dag á eftir þá fundum við með samráðshópum nýrra sviða vegna stjórnsýslubreytinga, og þannig að sú vinna í fullum gangi ennþá. Aðalfundur AFE var 22. nóvember síðastliðinn, og þar voru meðal annars umræður framtíð atvinnu- og þróunarfélagsins og samstarf milli sveitarfélaga og samstarf verkefni. Ég búinn að eiga nokkra fundi með framkvæmdastjóra öldrunarheimilanna og fjármálastjóra vegna reksturs öldrunarheimilanna, þar sem við höfum verið að skoða reksturinn og leita leiða meðal annars til hagræðingar, en líka skoða leiðir til þess að efla starfsemina. Síðan voru það tilkynningar og niðurstöður á tillögum vegna ráðninga á nýjum sviðsstjórum sem fóru fram 24. nóvember, og samtöl við umsækjendur og upplýsingar til þeirra. Það var fundur húsnæðismál sem var haldinn á netinu föstudaginn 25. nóvember síðastliðinn, sem ég held að sé á heimasíðu sambandsins. Nú þori ég ekki að fullyrða það, en ég vona að vegna þess að hann var sýndur beint, þannig að vonandi upptaka til af þessu. Ég skora á bæjarfulltrúa að kynna sér þennan fund húsnæðismál. Þetta var mjög góður fundur til upplýsinga það hvað verið að gera með breytingum á lögum húsnæðismál. Og síðan voru kveikt ljósin á jólatrénu frá Rannes, og sendiherra Dana á Íslandi var viðstödd afhendinguna, eða má segja að hún hafi komið og afhent tréð. Við erum búin að vera að funda stöðu og móttöku flóttafólks. Hér var stór fundur með öllum hagsmunaaðilum sem hafa verið að koma að þeirri vinnu, og aðeins að segja ykkur bara frá því að það eru allir, ég má segja, í skýjunum bara yfir því hvað þetta hefur gengið vel. Það eru allir sammála því að það gangi mjög vel í móttöku flóttafólksins okkar, nýbúana frá Sýrlandi, og eins og því þekki úr umræðu, það er í umræðinu í dag að taka á móti einni fjölskyldu til viðbótar, en það er þó ekki búið að ganga frá neinu samkomulagi það. Í síðustu viku var stjórnarfundur lífeyrissjóðsins, þar sem að fulltrúar bæjarins sátum. Það svo sem engar sérstakar fréttir frá þeim fundi. Við vorum með aukafundi í bæjarráði vegna fjárhagsáætlunar. Eitt svona kannski lítið atriði segi, en að mér finnst svolítið merkilegt. Það var svona lítið og sætt kvöld haldið á Landsbókasafninu 30. nóvember síðastliðinn, þar sem var verið að veita viðurkenningar til ungra rithöfunda eða ungskálda eins og það heitir, og við vorum þar nokkur fulltrúar bæjarins. Gaman að svona viðburðum, alltaf gaman að þeim. Og síðan var alltaf kynningin á kjarasamningi grunnskólakennara 50. í síðustu viku, og við sátum þann fund nokkur hér frá Akureyrarbæ. Síðan átti ég fund í síðastliðinn föstudag með fulltrúum heilsugæslunnar vegna húsnæðismála. Bara aðeins að segja frá því, það er bara á algjöru byrjunarstigi. Það eru vangaveltur hjá heilsugæslunum framtíðar framtíðarstaðsetningu og framtíðar húsnæðismál. Og síðan bara í dag að þá fundaði ég með kjarasamninganefnd
vegna eftirfylgni með málum með snúa ráðningu sviðsstjóra. Aðeins að vekja að lokum á síðustu athygli á því að núna á fimmtudaginn þá hefur verið boðað til fundar með bæjarfulltrúum og samtökum fyrirtæki velferðarþjónustu, en það þá málstofa sem hefur meðal annars verið haldin í Reykjavík rammasamning sjúkratrygginga og kröfulýsingu snýr að öldrunarheimilum. Þannig ég skora bæjarfulltrúa að koma á þann fund ef þau hafa tök á. Annað var það ekki. Takk fyrir mig. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri í lokin máli sínu. Þá í lokin vil ég vekja athygli á eftirtöldum fundargerðum. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 17. og 24. nóvember og 1. desember, atvinnumálanefnd 23. nóvember, bæjarráð 17., 24., 29. nóvember og 1. desember, framkvæmdaráð 21. nóvember, íþróttaráð 17. nóvember, samfélags- og mannréttindaráð 15. nóvember, samstarfsnefnd ferlimál fatlaðra 21. nóvember, skipulagsnefnd 30. nóvember, skólanefnd 7. nóvember, stjórn Akureyrarstofu 28. nóvember og 1. desember, velferðarráð 16. nóvember 2016. Þetta er að nálgast fundargerðir á heimasíðu bæjarins og þá segjum við þessum fundi slitið klukkan 18:20.